Já, tveir tiltölulega bara öruggir sigrar, sáttu við helgina? Já, mjög sáttu við frammistöðuna hjá þeim. Úrslitin voru örugg en það var ekkert auðvelt. Það þurfti að virkilega leggja á sig og útkoman var svona sem lítur út fyrir að vera þægilegur sigur en það var lagt mikið effort í að gera það svona. Nú ertu nýlega búin að bæta við Kana og svona mér hefur þótt gaman að sjá að hún ekki þessi svona típiski Kani sem að svona dóminar allt, reynda lætur hún mig líta frekar illa út kannski í dag, hún var nú svo sem mjög flott en er það uppleggi hjá þér að hún svona spili innan liðsins? Algjörlega, hún hjálpa okkur bara við að auka breytina og vera þessi liðsmaður sem og kalli fram það besta í stelpunum og bæta við það sem við höfum verið að gera. Og eins og í dag þá vantaði okkur svolítið frákvöld frá laugardeginum og hún stóð sig mjög vel í því í dag og hefur svona aðeins meiri bætir aðeins meiri viti í dag hjá okkur. Og svona virðist smelt passa inn í liðsbraginn? Já, bara kemur vel inn í liðið bæði svona félagslega og spilalega og tiltölulega ánægður. Byrju, nú sama format á þessu og í fyrra ekki, bara 4 efstu liðin fari í úrslitakeppni og meðan við stöðun í dag þá mætið þið Þórsurum. Já. Þú væntanlega hræðist það ekkert? Það alls ekki auðvelt að spila við Þórsurna og þeir vantuðu einn lykilmann helgina. Þannig að það verður mun erfiðara að spila við þær í úrslitakeppninni og þetta lið sem búið í 3. sæti í allan vetur og búin að standa sig mjög vel. Þannig að við undirbúum okkur fyrir þá seríu bara krafti og vanmetum þeir ekki eina sekúndu. Sigur í gær, sigur í dag, sigur hjá United líka í gær, ekki bara sigur líka í kvöld á móti KR? Þú ert að fara að spila þá eða ekki? Jú, ég veit ekki hvort að koma Manchester inn í þetta en stefnum á sigur á móti KR í kvöld og þá þetta fín helgi hjá mér. Flott takk. Takk.